Kæru hlustendur, velkomin að viðtækjunum. FM 95 Blu hefur hafið göngu sína þennan drottinn stýrða föstudag 18. november í dag. Aha. Svona fyrsti alvöru svona vetrar kuldadagurinn búið að vera ískalt í dag, sennilega kaldasti dagurinn á þessum vetri sem var að hefja göngu sína. En við ætlum ekki að láta það okkur fá, við ætlum að vera í stuði hér í dag. Þvílíkur þáttur sem við ætlum að bjóða upp á. Það er engin Auddi Blö við stjórnvölinn. Ég fæ þann mikla heiður að vera með meisturunum. Ég ætla að byrja þér. Steindi, hvernig ertu? Yes, ég er fróðandi góður og fyllandi fínn í dag. Ég Það er bara svoleiðis. elska þessa setningu alltaf. Já, ég hef aldrei pælt í því. Ég þyrfti kannski að fara að breyta opnuna línu. Nei, samt ekki. Ég er fyllandi góður. Nei, sko, málið það, eins og þú komst inn á, Auddi er ekki í dag og ég er svolítið þakklátur ef ég á að vera alveg hreinskilinn, af því að þá fáum við að gera yfirleitt sko... Leika svolítið lausum hala. Já, hann slær niður hugmyndir sem við fáum, trekk í trekk. En núna fá að hjóla í þær. Hann sagði við mig, þú reynir að hafa heimilaðum og ég bara, já, ekkert mál. En svo náttúrulega bara svikið það, sko. Richard er jákvæðari. Hann er ekkert með, hann röflar ekki að mikið í okkur og blanda á. En hvernig ert þú, Egill? Ég hef aldrei verið betri. Já, Ég er snýr. þú ert að vinna með þessa setningu við skipti Ég líka. hef bara ekki verið betri. Nei. En þú sjálfur ekki? Ég gæti eiginlega ekki verið betri. Nei, við erum allir í stuði. Það er hrikalega gaman að eyða föstudegi með ykkur. Já. Þessi fáu skipt sem ég fæ að vera og Takk, og það er sömuleiðis. veisla. Kæru hlustendur í dag í þættinum. Byrjum á því bara, við förum í slúður hér eftir smástund við, sko, ég ætla að henda ykkur í Sturla hrossaskítur. Ég fekk að semja það í fyrsta skipti. Já. Og þú ert alltaf insane gróft þegar þú ert með þetta. Já, ég vildi nú samt meina Þú að ég þekkir ekki þín maður. Nei, Þú er ekki þekktu fyrir það. Richard er grófasti uppistandari skástrík veistustjóri sem ég á ævinni kynst. Hann hefur yfirleitt verið veistustjóri þegar sporthúsið er með árshátíðir. Og Richard er yfirleitt veistustjóri. Já. Og það er eitthvað mest brutal shit sem ég hef heyrt, sko. Og ég get ekki beðið, næstu helgi þá er ég að fara að veislustýra fyrir svona herrakvöld rafvirkja í Keflavík. Ég veit ekki hvað Mér finnst líklegt að megi segja allt þar. Það er svona ímislegt. Það er ekki bara Sturlaðar hrossaskítur, það er myndir fyrir Cass, svona slas, hvort myndir frekar, ég er svona sameinaða. Egill, þú ætlar að bjóða upp á spurningakeppni í dag. Rétt, Richard. Hvað er konceptið það? Viltu segja frá því? Já. Ég er með koncept sem ég get ekki verið með þegar að blonda á þér. En ég get verið með þetta koncept í dag. Þegar við erum báð með hár. Damn good point. King of hairdo, hafðu þetta hætti það? Nei, það Það var greinlega ekki það sem varst með Það greið. treystu mér, það er algjör óþarf að setja Ég er bara með hendi King of Marriage. King of Marriage. Konceptið er, þeir eru báðir búin að vera í löngu sambandi, báður konum með barn, þeir eru búin að negla ykkur vel niður og það er konceptið mitt í dag. Þó þú sé ekki giftir, þá heitir þetta satt King of Marriage. Ok. Steindi, þú ætlar að hlaði stigagang. Já, ég nýtti tækifærið aldeilis og ég veit líka að Rikki, þú hefur mjög gaman á hann. Ég elska hann. Þannig að við hendum í stigagang og sko, þetta er stigagangur skástrík stjórnum. Þú ert í rauninni að stjórna manni í gegnum útvarp, en ég að sjálfsögðu notaði gamla góða konceptið. Ég sendi mann yfir til nágrannans með klósettpapír. Það er rúlla. Like it. Það er rúlla yfir. Auddi ákvað, hann fekk pínu samvinskupið, hann þurfti að fara í smá viðskiptaferð, þannig að hann ákvað samt aðeins að vera með í þættinum. Þú og Auddi, Steindi, þið tókuð upp svona smá sketsa á síðasta miðvikudag. Já, við fórum í klefan á miðvikudagskvöldinu og konceptið var að við getum hringt í einhvern vin okkar sem væri og reyna að draga hann út á djammið skyndilega klukkan 9 á miðvikudagskvöldi. Og það var mjög forvitnilegt hvernig það kom út. Ef einhver myndir hringi í þig til þess ekki, eða Egill, ef einhver myndir hringi einhver á miðvikudagskvöldi klukkan 9, það er ekki, þú veist, opið, það er ekki stemning neins það þannig séð. Nei. Bara, hæ, ég er að koma að sækja þig, ef við nennir að koma út að detti það með mér, bara núna. Akkurat Ég myndi segja þér að eat poop. Já, það er líka svip á ég myndi gera. Já, myndi flesti Á gera það. miðvikudegi, já. Búin að vinna í 13 tíma og er að fara að vinna aftur til nokkra. Já, og þú ert að drulla þér út á barinn. Og það er þetta gott koncept. Þetta er bara gott koncept og það var mjög skemmtilegt hvernig við hringtum í 2 aðala og þetta var alveg svart og hvít. Ég ætla að segja ykkur betur frá því þegar við förum í það á eftir. Þetta var æðislegt. Og Richard, maður komið að smá innskott. Já, gjör svo vel. Það er mjög hress, ungur, ferskur gæði sem heitir Birkir Orri að senda mér á Twitter, er stöðlega í dag, sem er góða punktur því að the poop er erlendis, sem þýðir að af hverju anskotanum ekki, Richard. Sko, málið er það. Rikki, ég séð myndir af þér þegar fyrir 10 ára síðan, þú varst kaffibrúnn og aflitaður, hætt að andvarpa hérna, ég veit þú elskar þetta shit. En málið er það, strákar, erum við að fara að spila í þættunum DJ Alligator með flugurnar eða blöðruhljóðin og er þetta ekki helvítið slæmt?
Herðu. Hann búinn að spila Suck on my lollipop 2-3 í stuðlæðin. Það eðlilega hætti liður. Suck on my lollipop mjög virt lag í teknogeiranum, sko. Já, akkurat. Teknogeiranum, hver er í þessum geira? Það enginn að hlusta sem í teknogeiranum. I wanna suck on my lollipop eitthvað besta lag sem ég hef heyrt. Það er alltaf hræðilegt. Ég að spá í að flytja inn DJ Alligator. En sko, það myndi hægri tómukofi. Má ég koma með punkt í uppgötvaði. Myndur hafa hann í stofu heima hjá þér? Það myndi ekki mæta. Hver myndi kaupa sig inn? Kaldur myndi hefðu. Þetta var að borga 4.9, 5.9, 6.9 bara í Laugardalsvöll til að horfa á DJ Alligator með eitthvað drunusins ógeðslegt drast sem hann er að spila. Ég uppgötvaði nýtt bassunderlag í vikunni. Ég var bara á YouTube og... Er hann ennþá andandi? Er hann breathing? Er hann lifandi? Lag sem bara fór fram hjá mér. Ég bara, hvernig gat bassunderlag farið fram hjá mér? Þannig að ég að spila það, verður ekki maður að spila það eftir. En pælti því, þegar bassundur kom til Íslands, þá gisti hann bara heim hjá Yngva. Yngva Eystins. Pæli hvað, þú veist, þetta er lítið heimur. Og Yngva með hann á MSN, spjallt saman þar og... MSN, fólk á MSN? Akkur er lífið með eins og þessi komið núna, bara fór ég inn í einhvern klefa og fór ég bara aftur til fortíðar. Akkur eru að tala bassundur, DJ Alligator og MSN? Herru, við skulum byrja þessa veislu, við förum í slúður eftir smá. Passing by, and they'll be wasting time, just waiting for new. And while they're chasing dogs, we'll be dancing in the dust, 'cause we're coming through. Whenever you need me, I'm behind. Blöð hér á föstudegi. Já, 10 mínútur gengin í 5 og maður byrja þessa veislu og yfirleitt þegar að svona önnur innkoma kemur hjá Blöð, þá er það slúður. Þú nú vilt ekkert vera ánægð með slúður á mér eiginlega gegnum tíðina. Það er yfirleitt hræðilegt. Já, ekki hræðilegt, Ég held að vera einu sinni verið með average slúðupakk. Já, en sko, yfir höfuð er náttúrulega furðulegt að þrír kallmenn á Íslandi síðan í klefa að tala um Kim Kardashian yfir höfuð, sko. Það er náttúrulega furðulegt. Það er samt mjög gaman að tala um hana. Ég væri til í að tala um Kurt Russell, Wesley Snipes. Já, þetta var einu af skilabónum sem ég fekk frá Blöð, Wesley Snipes, Bruce Willis og eitthvað. Það væri bara lokað fyrir það strax. En er ekki Blöð í viðskiptaferð? Má hann ekki bara... ekki fá að ráða einhver í dag? Hvernig væri það? Mér myndi finnast það bara að vera veisla. Herru, ég ætla að byrja að því, talandi um Kim Kardashian, ég ætla reyndar ekki að tala um hana, ég ætla að tala um eiginmann hennar, Kanye West. Hann var sem sagt með tónleika á dögunum og voru einhverju sem púuðu á hann því að í 40 mínútum á þessum tónleikum var hann að tala um pólitík, hann var sem sagt að tala um forsetakosningarnar í Bandaríkjunum. Já, hann er náttúrulega búinn að segjast alltaf að fara í frambóð 2020. Já. Og hann það voru ykkur 8 eða 9 lög sem hann gat ekki tekið á tónleikunum að því þetta tók svo langa tíma sem hann var að rausum. Hann var sérst að tala um sérst að Donald Trump hafði unnið og ekkert neitt sérstaklega sáttu við það og það endaði með því að það voru ykkur tónleikagestur sem var stuðningsmaður Donald Trump sem kastaði skó á sviðið og sagði hann að halda áfram. Hætt svo röfli og sérst að Kanye West ákvaða að áreita skóinn og hendur hann bara aftur í þöguna. Þannig að Kanye West ákvaða að nota tónleikana til þess að lýsa svona yfir óánægju sinni með forsetakosningarnar í Bandaríkjunum. Já, talaði mikið um Trump og áreitaði skó. Já. Ég skil. Kanye er a piece of shit. Nei, hvernig hann kom fram við ungu country stönduna. Já, sko, málið það má heldur ekki, þetta er einn helsti listamann sem við eigum í dag, sko. Hann er, þú veist, þetta er trilltun á ekki. Þú veist hvernig ekki hann er alltaf niðurlega eitthvað fólk. Hann er bara, þú veist, svona er hann. Maður er bara að taka honum. Hann er loose cannon, hann segir bara eitthvað, veit ekki neitt. Hann er ósammála, hann segir eitthvað í dag fyrir hádegi og hann segir eitthvað allt annað eftir hádegi. Þannig eru líka bara, þannig eiga menn að vera fyrst mér. Maður er að vera ósammála sér alltaf daginn. Setjum þú upp eitt scenario. 2020 var Trump í þessu afturfram og Kanye West gegn honum. Ég meina Trump vann. Gæti Kanye ekki unnið allt þess? Að sjálfsögðu. En fólk mun alltaf rifja upp þetta Taylor Swift atriði þegar niðurlaðan á sviðinu. Það var nú ýmislegt að rifja upp hjá Donald Trump. Já, ég veit, en sko þetta er náttúrulega brútal, sko. Fyrir upp á svið, Taylor Swift er hann ung, nýi bransanum, vinna sér fyrstu vellaun, geggja glöð. Það var engin stoltur á hann þá. Og hann stal af henni þrumunni og niðurlaðan fram hann alheim. Ég hef aldrei fyrirgefið honum eftir það, því miður. Það með að þú byggir í Bandaríkjunum 2020. Ég er mikill Kardashian aðdáandi. En ég er bara ekki nógu hrifinn af Kanye. Það með að þú myndir ekkert grenja og myndir sækja um skilnað. Nei. Herru, þá er næsta Nick Gordon, veitu hver það er? Nei. Rikki, nú ertu komið með eitthvað Nick Gordon í slúðrið. Það er flókið að vera með eitthvað selum sem fólk þekkir. Við getum verið að tala um Wesley Snipes og við erum að tala um Nick Gordon. Ég get ekki beðið. Leif mér að klára. Nick Gordon
sem sagt fósturbróðir sem sagt Bobby Kristínu Brown, sem sagt dóttir Whitney Houston. Hann sem sagt var fundinn sekur á dögunum að bera ábyrgð á dauða sem sagt Bobby Kristínu Brown. Og hann sem sagt var verið að dæma... Þú glindir slúður að þetta. Hann var sem sagt, hann var verið Hvað erum við að tala um eitthvað dauða? Hvað er þetta maður? Þetta er þetta efst á TMZ. Þetta eru splunkunýjar klára fréttir. þetta geggjaða Nick Gordon slúður. Herðu, hann þarf að greiða fjölskyldu Bobby Kristínu Brown, þar á meðal Bobby Brown, sem hefur nú marga fjörun á sopið, 36 milljónir bandaríkja dollara, sem sagt. Verðum við ekki drullu sama, Richard? Við erum að tala um Nick Gordon. Flókið að henda bara í hvað mæli að gera þess right now. Kottu bara með slúðumáli, ég ætla bara að fara í verkfall. Ef þú myndir googla Vesturlands eða til Kurt Russell eða eitthvað, þessi menn að gera eitthvað, það er allir að gera eitthvað. Það er allir að brölla eitthvað. Nick Gordon sem var... Frændi Bobby Kristínu Brown. Já, mágur frænda... Hann er ekki frændinn, hann er fósturbróðurinn. Já, hann er einhver gamall æskunu frænda mágs, Bobby Brown. Ef þú skrifur Nicolas Cage á Google og ferði news, það er pottet eitthvað, hann var að gera eitthvað helgina. Pottet, hann var fullur einhvers þar að slástur og hann var hótel í Vegas. Búið með slúrið, ég ætla ekki að vera með meira. Nei, þetta er, ég kemur ekkert óvart, Nick Gordon. Þið er ekki að fíla út af Nick Gordon. Eitt mól eftir það ekki? Nei, ég var ekki eitt mól eftir. Varstu bara með þessa 2 móla? Nick Gordon. Alltaf ég fíla svo Tiny Little Baby. Ekki Tiny Little Baby, ok, Kim Kardashian, það er eitt hana. Ok, glæsulegt. Hún ætlar að fá okkur á staðgöngumóður fyrir næsta barn. Herðu, hendur bara í lag. Ætlar hún ekki að eignast barnið sjálf? Nei, hún ætlar að fá okkur að fyrirsættu, eða Chrissy Teigen, einhver vinkona Kim Kardashian. Ég var til að fá þig, Richard, til að vera staðgöngumóður fyrir mig. Já, akkurat. Bæni. Fyrstu eldhúspartíunum á sínum tíma. Framkoma á móti sól. Hreimur og félagar. Og skítamóral. Fylgstu með á FM 957 næstu daga og þú getur næstir í miða í eldhúspartí FM 957 á samt korónafötu og úri frá 24 Iceland. Athugið að kvöldið verður sýnt í þráðbeinni útsendingu á fésbókasíðu FM 957 og vísir.is í bestu mögulegu hljóð- og myndgæðum. Eldhúspartí FM 957 2016. Nú er ljósahátíð í Bíkó. 25% afsláttur af öllum ljósum. Bíkó. Gerum þetta saman. Nýtt í bíó, Shut In. You hear about this storm coming in? You probably shouldn't be out there all alone. Þú getur ekki lokað það úti sem nú þegar inni. Something's going on and it's not just in my head. Þrælmagnaður spennutrillir með Naomi Watts í aðalhlutverki. Shut In, komin í bíó. Vegendary er grín. Án jokes. Prófaðu Vegendary, sem er ný og matarmikil grænmetispizza á matseðli. Dominos. Allt frá Galtarvita suður til Gíbraltar, Evrópa er að farast úr spenningi. Vinnur Melanie, Ahmed eða þú? Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni, alla föstudaga. Opnum klukkan 9 á morgnana. Alltaf. Krispí Krím. Sumir segja pilsur, aðrir pulsur. Við erum með báðar tegundirnar handa þér. Rendu við því þú þarft Nesti. Nesti, hluti af enn einum. Gefðu góða gjöf. Jólahandbók Eirbergs er komin út. Stútfull af snjöllum jólagjöfum. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Það eru stjörnudagar á Subway. Komdu við og fá þér þinn uppáhalds 12-tómmu bát og miðstærðargosi á aðeins 1.099 krónur. Hlökkum til að sjá þig. Subway. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keiluvandamál að stríða. Það held ég, FM 95 Blö hér á föstudegi og með mér Egill Einarsson og Steinþór Hróar Steinþórsson eða bodybuilderinn Steinþór Hróar. Akkurat. Fellow bodybuilder. Nú ertu búin í tökum en þú ætlar samt að reyna að halda þessu sem þú ert búin að gera. Já, ég þurfti fyrir tökurnar, þá þurfti ég að grenna mig um 10 kíló. Það var svona markmiðið mitt, þannig að það er sýnilegu munur á mér í myndinni. Og þú gerði það með svelti og verkefliðum, eða ekki? Ég gerði það með svelti og verkefliðum. Það er ekki, ég mæli heldur ekki með því. Ég mæli alls ekki með því. Það er að spá í bókum jólin með þessum kúr eða?
Að taka parkotingkúrin? Nei, ég mæli ekki með parkotingkúr, en eins og ég segi, ég var nefnilega í tökum á öðru á meðan, þannig að ég gat ekkert, við vorum að taka steypustöðina, þannig að ég gat ekkert farið í ræktina. Ég gat ekkert gert, ég var alltaf komin heim bara mjög seint á kvöldin. Langi dagar, þannig að þetta var svona eiginlega eina í stöðinni. Það var bara að fara í parkotingkúrin og ég mæli alls ekki með honum. En þið hittust á miðvikudaginn, auðvitað náttúrulega er í viðskiptaferði, en þið hittust núna á miðvikudaginn síðast og þið tókuðu upp nokkuð skemmtilegt. Já, við gerðum það. Við ákveðum að hringja í 2 sameiginlega vini og við hringdum í Sveppa Krull og Sverri Bergmann. Og bara svona til að aðeins að hlera, ef við, getum við hringt í þessa menn á miðvikudagskvöldi klukkan 9 og sagt bara, heyrðu, ertu til í að koma núna út með mér á Fyllerí og athuga hversu, þú veist, hversu hardcore, hversu erfitt það er og ég get alltaf sagt eitt áður og spilar þetta ekki, að það komi ljós hvor þeirra er rockstjarna Íslands og hvor þeirra er trúbador Íslands. Ok, við getum orðað það þannig. Við skulum bara lifa auðvitað að taka við. Jæja, kæru hlustendur, þið eru að hlusta FM95 Blöð og loksins komið tíma að Blöð komið í þáttinn. Já, það var komið tíma, það vantaði eitthvað í þáttinn. Ég voni séu búin að vera góðir og metnaðarfullir. Ég get lofað þér í, ég get reyndar ekki lofað þér í, ég veit það ekki, það er miðvikudagur akkurat núna. En ég ætla svona að vona það að við séum búin að standa okkur fínt, já. En það sem við ætlum að gera núna, það er bara svo vitið að þá er miðvikudagskvöld núna. Já. Klukkan er nákvæmlega, Öddi, hún er nákvæmlega 9 mínútur yfir 9. Já, 9 yfir 9 á miðvikudagskvöldi. Og við ákveðum að prófa að nýta okkur það við Steindi að vera hérna svona á miðvikudagskvöldi. Og við ætlum að fara í leik. Við hefum báður að hringja einn vin okkar. Já. Og aðtóða hvort við getum plataðan á djammið klukkan 9 á miðvikudagskvöldi. Já. Og ég er ennþá að hugsa í hvernig ég ætti að hringja. Já, ég Þegar ég ætla ekki að ljúga þér og hlustutum og þú veist það nú bara að margir vinir okkar, þessi nánustu, þeir eru alveg líklegir til þess að hoppa á það og stökka með okkur það var margir sem myndu bara stökka á þetta. Já, en það er maður ekki að reyna, ég var að spája að reyna að taka eitthvað sem að fólk veit hver er. Ég er til dæmis spája að hringi í Sveppa. Já, það er mjög gott. Að sjekka hann, af því að við erum þetta með snúru sem við tengjum í gemsan okkar og það grunar engan að við séum að hringja úr útvarpinu á miðvikudagskvöldi, sérstaklega ekki á gemsan. Ef þú nærð að rífa Sveppa Krull með þér 9 mínútur yfir 9 á miðvikudagskvöldi, fjölskyldumann á djammið, þá er djöfisins púk í honum. Já, hann nafnilega reyndi að plata mig í síðustu viku og spurði hvort það væri ekki komið tíma að fara út að borða. En ég ætla að reyna að nýta það. Ok. Byrjum að Sveppa, sjekka hann. Blöndal. Hvað segirðu kanni? Ég er ekki að fara með því neitt í fyrirmálið, bara svo veitum. Ekki að reyna þetta. Nei, ég er nú ekki að reyna að ringja þetta því. Ég er að sína vegabrefinu mínu. Ég hendi því í rusli. Ég er ekki að reyna að plata henni til útlanda, villis ykkur þér. Já, er ekki góður? Jó, ljómandi fín. Hvað er það bara að segja? Heyrðu, við vorum bara að koma hérna á matabóði í hjónin með börnin og að reyna að brösluplössi liðið upp að sofa á. Já. Og hérna það er bara fór í ríkið og kemur með bjór sem hann langt svo að prófa. Nó, vel gert, hvaða bjór? Hérna er eitthvað svona, heimsum bjór. Heilsubjór? Nei, þetta er fænkið. Þetta er hátíðar sem heitir ekki heimsum ból, heimsum bjór. Já, vel gert, eitthvað íslenskt. Og hátíðar kaldi. Næs. Ja, ammalis. Ég ætla nefnilega hérna, við fórum ekkert í síðustu viku. Nei, þetta var skellur sko. Já, svona lélegt. Það er einhver nettu púk í mér núna. Ég veit að Steindin er á skrifstofu, hvort það væri til að kíkja nokkra. Já, hvort er til minn í bjór, byrjum á því. Það er málið, þetta er ekki að, ég var að spáði hvort þetta maður taka dönsk eða eitthvað bara og til að fá okkur nokkra. Já, það væri mjög mikið aðrið að þú myndi koma fyrst hingað. Já. Sjá hvert það leiðir okkur. Já, til að vinna á konun yfir og svona. Já. Ekki það sé eitthvað vesens og svona sko. Nei. Það er ekki vesens. Kotið minn. Það er 0 vesens. Kotið. Kíkja á þig í bjór. Já, ég gæli nokkra. En ef við tjekka Junior, heldur að við endum í bænum það? Já, ég er alveg til að skoða það sko. Ok. Heldur sjófni. Það er allt í handum og guði einhvern veginn, það er allt saman sko. Já, herðu. En það byrjar allt í heiðagerinu sko. Í heiðagerinu? Málið er svona sko að ég er að taka upp. Takk hvað? Ég var Steindi, ég er með símanblakkaðin í snúrinu í vinnu og ég er að taka mér út að stalla. Þetta ertu klár í djammið maður. Hann heyrir ekki yfir að því að gemsin Já, anskotin.
og við ætlum að prófa á miðvikudagskvöldi, við höfum báður að taka eitt símtal, hvort við gætum fengið eitthvað með okkur á djammið á miðvikudagskvöldi og ég átti Þvílíku púki í einu manni. Það púki í sveppur þessa dag, ég vil ekki álaða með Já, veistu hvað, þetta finnst mér fucking ömurlegt. Nú ég svona kveikja í mér eitthvað svona, ok, þetta að koma með bjór og steindi reddi, þetta bara eitthvað grín. Ég núna bara svona hvað ég fara að gera, fara á Netflix með frunni. Ok, það skal ég gera, við ætlum að klára þetta, við ætlum að klára að taka eitthvað 2 síntel svo ég sé eitthvað í þættinum á föstudaginn, en svo skal ég kíkja á því í bjór, allavega einn. Já. Ég heyri þið þurfu búin að taka upp. Ok, bye. Þetta grínast hvað þetta er æðislegt. Hvernig ég geta komið eftir þessu. Þetta er æðislegt. Ég get ekki ringt neitt. Það er púki í sveppum þess að dana. Herði, já, við vorum að koma matabóða Selfónvæðinu í ríki, sko. Ég var nú að spá ég að þrýsta nokkur niður. Jú, kottu, þetta byrjar í heiðagerinu. Þetta er svo æðislegt. Ég er svo fegilega að byrja á að heyrða líka. Það er rosalega langt sem ég náði að plata sveppa í síma, þetta er eitthvað. Þetta gæti orðið fastur liður. Þetta er æðislega. Miðvikudagstjammi. Já, nei, þeir munu strax vita þetta næst. Anskotin, já, við erum bara að klúðra því reyndar. En þetta hefnaðist eins og í sögu. Þetta var yndislegt. Ég skal kannski reyna, en ég ætla ekki að lofa þér hvort þú notur mitt. Það er ekki hægt að toppa þetta. Ok, allavega við tökum þetta símtal og ef við náðum steinda þá heyrið það hér á eftir. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 Blö, hér á FM 957. Hér rétt áðan þá heyrðum við þeirra Auddi reynda að plata sveppa út á djammið, strákar. Og það var leikandi létt. Það var ekki flókið. Það var ekkert challenge. Það var miðvikudagur. Þetta var á miðvikudagskvöldi. Ég reyndi sjálfur. Það er eitthvað sem segir mér að sé erfið að plata svessa út á djammið. Þú reyndu við mennsvess. Já, við getum orðað þannig að hafa tölulega stærðar. Skulum tjekka því. Steindór. Sessi. Já. Hvernig ertu hnoðri? Ég er ágætur en þú líka svakta frumur. Ég er góður, ég er nettur. Herru, hvað er það að gera? Ég er aðeins til að hefða bara með línu. Já, ok, bara hvað kósið það? Já, nú. Þið er skellur maður. Hvað er bara spá svo mikla vöð og fjall? Þetta er skellur, finnst mér. Þú tálkaði túlibanni. Þetta er bara alveg skellur. Nei, ég ætlaði að ringi þá kom að heldist þið með púki. Nú? Já. Hvað er þetta í það? Ég var að meta hvort að Sessin ætlaði að rífa sig út og þrýsta niður nokkrum. Er ekki miðvikudagur? Er ekki miðvikudagur? Já, við erum bara að dæma. Það er ekki að dæma. Nei, ég veit að Blö og einhverjur eru hvað heitir, sko. Í alvörunni? Já, og mössin og eitthvað svona, sko. Það væri gaman að fara kannski inn í bæ og þrýsta og endi í rugli og... Já, ég þarf bara að skila, ég er að klára eitthvað að skila þegar þið eru morgun. Ég verði eiginlega... Að skipa? Já. En heldur að kona hleypið ekki út í nokkra, G&T og það er þetta... Já, hún myndi alveg gera það, en ég þarf að skila þessu verð. Tekur sófan hjá Steinda? Hvað á miðvikudegi? Þetta bjóði mér í sófan á miðvikudegi. Það er alltaf stemning, sko. Við sopnum með pinnan og bringunni maður og ég hendi í eitthvað gott. Þetta er besta bóð sem ég fengi lengi, sko. Já. Sko, þú verður að standa upp, segja við konuna bara, heyrðu, það var að vera að ringi við, ég verða að kíkja eitthvað. Já, nei, ég get ekki kvöld, bara því miður, elsku fallegi maður, þó ég vilja nú hafa 10 kíló á fingri. Jó, þú áttir ammali í gær, þú kemst út. Já, það var á sunnudaginn. Já. Er það ekki? Nei, ég er ekki að fara út, bara því miður. Jó, minn kæri hróar. Ég lofa, við tökum, ég er að segja það verður... Hvað er það með þess að veitir? Þú bara tekur ekki neitt fyrir svar. Hvað er þetta bara áfram? Það er bara, við erum að tala það verður drykkir, við förum jafnvel á klósett miðbæðarins, hendum okkur á Bjarnarfell, förum í græna gæjól jafnvel, verðum orðið ógíslegir, eftir 1,5 náum að taka rugl, förum eitthvað eftir lokun í heimahús, tekur svo sófana mér og pinna. Já, þetta er hljómar. Þetta er bara því miður, ekki kvöld. Það er að drekka með þér. Já, við getum skoðað helgina, getum fengið okkur kannski einn helgina. Já, og sopna með pinna og bringu, það er hljómar alveg vel.
Anskotin maður, anskotin. Já. Ætlaði auðvitað að gera eitthvað, veistu það? Þú varst að segja að hann væri eitthvað ferskur. Hvað, ertu bara að ljúga mér? Ertu farin að búa til líka? Nei, hann var eitthvað heitur, sko. Hann var eitthvað drullu heitur, sko. Hvað í gangi? Við erum En hann sagði bara, þú tekur ekki leið fyrir svar og það er svo auðvitað. Við erum upp í vinnu að reyna að ná mönnum út á miðvikudagskvöldi. Já, heyrðu þetta. Já, ég heyrði að þið fannst þetta var eitthvað úr karakter að ég væri að hringi í þig á miðvikudagskvöldi að reyna að ná þig. Nei, ekki raskat úr karakter. Jú, ég sko. Þetta var mjög skrítið. Nei, fannst þetta mjög skrítið. Þetta var nefnilega sérstætt, sko. Við verðum í bandi. Ok, heyrðu þetta. Já, skilja því, bye. Ok, þetta er æðislega, sko, en hann neymdrapa mér. Já. Mér finnst þú það, en ég verð samt að gefa honum það, þetta er rétt hjá honum. Þegar þú hringdi mig og svona, vilt ná mér út, þá hringir þú bara frekar nokkur sinnum, suðar í mig, þú nærið mér yfirleitt alltaf, þú nærið alltaf öllum. Það er einhver sölumæður í þér, þú nærið öllum. Það er eitthvað sölumennska þarna. Já, sem þetta er bara kostur, hann var ekkert að drulli við þig. Nei, ég veit það, en sérðu samt munin að Sveppi Krull, 3 barna faðir, var að koma börnunum sínum upp í herbergi. Man heyrði í þeim í bakgrunni, það var vesen á börnunum, hann var að reyna að koma þeim niður. Það var að svæfa. Sverrir Bergmann er einn heima með Line the Fine, upp í sófa, chilla, eins og sagði við þig. Þau eru bara að kúra, bara hann og Lína heima að horfa á vídeo. Já, eins og bara þau gera öll kvöld. Já, ég hringi. Hann var ekki til í að fara að hitta June. Nei, hann var ekki til. Samt átt hann ammal á sunnudag. Já. En veistu, fyrir auðvitað það okkur, hélt hann ekki bara ammali sitt á sunnudaginn. Ef þú átt ammal á sunnudagi, þá var sungið fyrir á miðnætti, sem er veistla. Þá náttúrulega fer út á laugardagskvöldinu. En sko, málið er að það er heldur ekki hægt að kannski miða Sveppa Krull. Hann er rockstjarna Íslands. Já, hann er svo stórkostlegur. Þú veist að einu bömmina sem ég er með núna er að ég skuli ekki vera að fara með Sveppa. Þegar ég get alveg sagt hlustendum að það er ekkert skemmtilegra en að fá sér bjór með barnastundum. Akkur förum við ekki bara, förum til hans? Ég meina, klukkan er núna, hún er 9:30. Já, ég meina, jú, meina bara að reyna að vera komin heim svona eitt liti. Ég þarf bara að ringja heim og til að fá leyfi. Og þú varst að hlusta á þetta núna á föstudegi í þættunum sem ég er ekki, nennur að sína sem að metnaðir lók þáttar. En þú veist hvernig ég er, ég geri allt sem ég vil, svo lengi sem ég fæ leyfi. Bjóddu bragðleikunum í veislu og pantaðu hotlan og ljúffengan veislubakka í partíið. Serrano. Fresh, happy, Max. Ég var fyrir kynferðisofbeldi, 8 ára. Ég kom 42 árum seinna. Ég er hér í dag vegna Stígamóta. Talan mín er 42. Þú getur gerst mánaðarlegur styrktaraðili Stígamóta á stígamót.is. Styttum svartnættið. Stígamót. Gefðu góða gjöf. Jólahandbók Eirbergs er komin út. Stútfull af snjöllum jólagjöfum. Eirberg Stórhöfða, Eirberg Kringlunni. Hægaldu rif, kláruð á grillinu og smurð með sósunni okkar. Þetta er gott. Dirty Burger and Ribs. Vorum að fá flotta sendingu af nýjum vörum. Kíktu við. Vera á móta Kringlunni og vera á móta Smáralind. Evrópa getur varla beðið fram á föstudag. Potturinn er svo risa stór. Vinnur Ígor, Daniela eða þú. Eurojackpot, Evrópukeppnin í heppni. Alla föstudaga. Queen Fit. Fyrir drottningar eins og þig. Vaxtarvörur.is. Já, þeir að hlusta á FM 957. Föstudagur 18. nóvember og Ríkharður Óskar Guðnason og Stenþór Hróar og Egill Einarsson með ykkur í dag. Aha. 6 í dag. Við erum til 6 í dag. Það er að gera þessari kynningu, Richard. Paldið þú hefði þennan mann að vinna hjá þau kannski bara sem basic diskjockey milli kannski, ég veit ekki, 10-12 og alltaf það. Þetta er bara greiðlega missir. Allar kynningar væru svona. Hér á FM. Já, við skulum skoða þetta einhvern tímann ef þessi þáttur hættir einhvern tímann sem við vonum þetta ekki. En við erum að fara næst í eitthvað sem heitir mynduru fyrir cash, svona hvort mynduru frekar. Já, við erum að fara í það næst. Áður og hendur okkur í þetta, Freki, þá verðum við að koma inn á eitt. Og hlustendur verða náttúrulega að fá að vita af því að það er stór tilkynning hérna eftir smá stund. Já, ok. Við erum að tísa það. Já, það er tilkynning. Og við vorum að spója hérna hjóli hana kannski 5-litið og þannig að það er bara svona kortir 20 mínútur í stóra tilkynningu, þannig að ekki voga ykkur, ef þið er einhver stað lög fyrir þannig verslun, ekki fara inn í verslun. Þú þarft að bíða.
Það bara hannig. Ok. Þetta reyna að hafa stóra tilkynningar svona bara eða alla fösta til. Já, mér finnst við alltaf að vera með eina tilkynningi þætti, sko. Það er bara hannig. Herðu, hvað er að fara í? Við erum að fara í myndinu fyrir Cash, Slas, hvort myndir frekar í, svona samin að þetta. Ok. Fyrsta dæmið. Setja hérna smá undir. Já, alltaf gott að hafa svona betta undir, það er svo notalegt. Fyrstu tvær, það er svona peningatengt og síðast er hvort myndir frekar. Númer 1, myndu þið fyrir 500 milljónir króna, halvan miljard, taka face-off við mig, sem sagt eins og í myndinni hérna frægu. Sem sagt, þið fáið andliti mitt, rödd og þið þurfa að lifa mínu lífi til eilíðar og það myndi enginn vita þessum andlitsskipti nema bara við þetta. Það var andlitið, Richard. Það var það búið að breyta. Þú komin á skúltaðan vöðumikinn líkamar, sko. Hvað segir Nei, þú er gerður svona svipar og ég, það er bara tækni. Ég meina, þú veist, það er basically bara, já, það var eins og í face-off, þú myndir, já, því miður ekki, þú myndir þurfa að fitna þessi. Það er sett á með ykkur 50 kíló. Ekki 50 kíló, ég veit ekki alveg 50, en alltaf var 45. Jésús minn almáttugur. En hérna... Við erum svona líkar stendi, við erum svona svipar og hæf. Já. Og röddin myndi breytast með og allt. Er ég þá bara orðin Richard? Já, basically. Guð minn góður. En það var Lísa... En það var veistla Lísa. En það væri náttúrulega svolítið erfitt, sko. Þú þyrftir að kveðja fjölskyldu. Akkurat. Þyrftir að kveðja vini. Þú þyrftir að því að, sko, við eigum náttúrulega mikið að sameiginlegum. En við þyrftum, kannski það helsta, þú þarft að kveðja fjölskylduna. Fyrir hvað mikið peningar? Fyrir halvan miljard. Þú þyrftir að fara heim til 500 milljónir og þú kveður barnið og fjölskyldu, foreldra. Þú ert basically að fara heim til Valdísar og Svandísar Birtu í Tröllakur. Já, auðvitað, ég náttúrulega væri bara með konunni þinn. Já. Ég myndir þú treysta mér alveg barnið þitt? Já, ég er bara að gefa þér halvan miljard. Þetta er minn leikur. Ok. Já, sko, en þetta er sann, sko, síðan það er ekki svo að fá að andlitið á Matthew McConaughey, sko. Það var andlitið á Richard. Nú, er það eitthvað slæmt, eða? Ég er alls ekki út alveg að bóða average myndalöður, Richard, sko. En ef þetta var andlitið á George Clooney, þá myndi það strax hljóma 100 sinnum betur. Já, ég er ekkert að gefa þér halvan miljard, ekki 1 milljón. Þú myndir taka andlitið á George Clooney fyrir prótein, sko. Lendi því að það ekki? Nei, ég er ekki að lendi því. Pundum? Nei. En þú sagði okkur frá það, þá lendi barnaafmæli. Litli framtíðin kallaði kleinurringin. Já, það var bara einhver kleina yfir einhver barnaafmæli, ég ætla að fá mig kleinu og hann vildi ekki frekar fá kleinurring. Nafnið er catching on. En myndu við taka þetta? Nei, alls ekki. Nei, ég held að þú gætir ekki sett upphæð á þetta, Richard. Þetta dæmi er svolítið langt frá því að vera hægt. En þess vegna eru við þetta leikur. Þetta er samt örgulega hægt, sko. Þetta er einhver staðar hægt. Ég veit þetta er leikur, Richard. Þetta er bara allt og lítið peningur og það er ekki peningur sem getur keypt þetta. Þannig að það fer í næsta. Fyrir 250 milljónir myndið þið leyfa mér að komast yfir og afrita alla internetsögu ykkar og koma þið fyrir sjónum almennings. Allt sem þið hefði skrifað og gert á netinu og fólk getur síðan skoðað fyrir 250 milljónir. Ég myndi að segja að þetta væri easy money, því að það er náttúrulega bara tímaspursmál hvenar heldur að koma Facebook-leiki. Hvernig heldur að verði þegar spjalli því öllum Íslandi, öllum í heiminum náttúrulega, en Íslandingur. Hvernig heldur að verði þegar Facebook-spjall leikinn detturinn? Hvað ætlar að gefa í mörg ára? Heldur það sé 1 ári, 2 ári, 3 ári? Það var alveg skellur fyrir marga. Sumir segja að gerist aldrei og það sé ekki hægt að það gerist, en slíkt hefur gerst. En það er svona að spyrja ykkur, eru þið stiltir á internetinu eða myndið þið taka 250 milljónir fyrir að... Allt sem við höfum gert er bara alla síður sem við skoðað. Já, síður sem við höfum skoðað, það sem við hefum skrifað í Facebook-chat, það sem við hefum, þú veist, skrifað nokkur svona lokaðar síður. Ég held að Facebook-chat ræðir alla rosalega mikið af því að þetta er svo mikið bara eins og símtal, fattar þú? Veist hvað þetta er að fara? Þú ert farin að henda, þú veist, eins og þegar ég er á Facebook, ég les ekki eins og villur en eitt, þetta er bara kastar á einhvern og fær út í bíl og keyrir og þú ert að nota þetta nánast eins og símtal og ég held að það hræðist það örugglega flest allir af því að þú hefur örugglega alltaf prumpað yfir einhvern, en það er ekki dýninu slæmu, þú veist hvað þetta er að fara? Já, ég veit alveg hvort það er ekki dýninu slæmu, það er bara helvitis fáiðin er hann maður, já, höldum bara frá lífi, sko. Vini komin bara út allt, Richard, þetta er... 250 milljónir. Já, þetta er enn og aftur þetta dæmi sem það er ekki uppað sem getur keypt þetta allir. Nei, ég var með versiðu, sko, því ég var úlingur, sér kallanir.is, sko, þú vilt ekki vita hvað tjölunni félagunum posta þar, sko. Það þú myndir lesa það í Darwich, þetta myndir líði, það er þetta public hanging á Gilsarun, eða þú myndir lesa postana sem voru settið þar inn, sko. Það má helst ekki fara á interneti í þetta. Nei, en ég held með þess að, sko, ég held að séu allir
allir sem að hlusta á þátt myndu ekki taka pening á móti þessu. 250 kúlur? Engin úti sem er taka þessar 250 kúlur. Og það heldur enginn að tala ykkur rosalegu ríkisleyndamál, og þetta ekkert merkilegt stöff sem í gangi. En ég held að myndi öllum finnast það hrikalega óþægilegt, Af því að það líka, þá veistu bara hvernig það þú veist, eins og ég of bara einhvern veginn úkslega svona, hvað kalla, þú veist, ég svona, ég veit ekki, þú veist, kannski bara tala við kona hérna. Þú veist, ekki það að við séum að klæmast á Facebook, alveg rosalega langt frá því. Ég allsbyrjinn stofu kottu og þannig. Já, rosalega langt frá því, en þetta samt kannski bara prívat mál, fattar þú? Þannig þið segir basically nei við 250 minnum. Já, bara ekki, þú komið 2 spurningar sem eru bara á heimi byrðu. Ok, þetta erfitt. Þá það hvort myndur frekar. Þú eiginlega búin að segja þetta er svo erfitt. Já, hann bara fárveikur til niður. Þá það hvort myndur frekar. Þið verðið að velja það. Herðu, hvort myndur frekar og ég spyr, hvort myndið frekar vilja vera hrossariðill en enginn myndi vita af því? Hvað er það? Það er bara maður sem er að reilast á hrossum sem mjög skrítið að segja út af því. Maður sem er að hrossariðill? Megum við segja það? Hestariðill, hrossariðill. En anusinn á hest er við erum ekkert að fara að ræða það 2 metrar upp í loftum, það er bara í stiga. Ég er bara að segja hann basically að segja þú farir inn í eitthvað fjárhús á stultum og bara eitthvað þess þar í friði. Aftur á hest. Rikki, myndur þú segja að það er í lagi með þig? Settu gott R&B á fónin. Hlustaðu. Vera hrossariðill en enginn myndi vita af því eða vera ekki hrossariðill en það gengur sögur allan bæ að þú væri það. Ég myndi auðvitað vera hrossariðill. Löfa með svipað með kind eitthvað tíman. Já, ok, ég veit ekki. Við hugsum eins félagarnir. Nei, það fyrir mér þetta nóbrennir, af því að þú mátt ekki leiðir, þú mátt ekki leiðir. Þú að vera hrossariðill? Þú mátt ekki leiðir þetta. Nei. Það myndi allir halda að ég væri hrossariðill. Það er bara að sofa hjá hest. Þá get ég alveg eins bara að sofa hjá honum einu sinni og sleppti allir myndi að heyra það. Það að sofa hjá hest? Ég ætla ekki að sofa hjá honum. Ég er ekki farin eftir þátt bara. Leikurinn er samt. Já, hvað heldur ég sé að fara að hringja bara í Fjölnið Þorgeis og fá að kíkja á hann eftir beint eftir þátt? Ég er bara að segja að ég myndi ekki vilja að allir myndi að halda í væri það. Sem þýðir að þú fær 12 tómmu bát og miðstærðar gosi á aðeins 1099 krónur. Hlökkum til að sjá þig. Subway. Komdinn í hlýjuna og njóttu þess að undirbúa jólin hjá okkur. Kringlan af öllu hjarta. Okkur annt öryggi Toyota-eigandi í umferðinni. Við viljum því bjóða þeim ókeypis ástandsskoðun á bremsum í nóvember. Að auki bjóðum við 20% afslátt af bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum. Láttu viðurkennda þjónustöðala Toyota skoða ástandið á bremsunum. Staldraðu við og aktu af öryggi í vetur. Toyota, engin vandamál, bara lausnir. Tropy passar fullkomlega í nestisboxið. Tropy, náttúrulega góði safinn. Sófadagar í Tekko Habitat Lindum. Tilboð á tungusófum, hortsófum, leðursófum, já bara öllum sófum. Komdu við hjá okkur á nýjum og glæsilegum stað í Lindum Kópavogi og gerðu frábær kaup á sófadögum. Tekko Habitat, Skóalind 2. Alvöru kínversk matargerð með ferskum og framandi hráefnum. Kíktu á matseðilinn inn á phoenixveitingahús.is. Phoenix, Bíldsöða 12. Síðast þegar liðin mættust skoraði Rashford 2. Hver heldur það skori fyrstur núna? Á lengjan beint getur þú tippað á hver skorar næst. Tippaðu í beinni á Manchester United Arsenal. Lengjan gerir leikinn skemmtilegri. MacBook. Til hvers þarf snúrur? Epli.is. Föstudagskvöld eru körfuboltakvöld á Stöð 2 Sport. Við færum með beina útsendingu frá Grannaslag, Keflavíkur og Grindavíkur í Dominos-deildinni. Förum svo yfir alla leikina í deildinni í Dominos körfuboltakvöldi og klárum daginn með leik Boston og Golden State í NBA-deildinni. Tryggðir áskrift á 365.is sem 1817. Stöð 2 Sport, besta setið. Can't walk away, oh no, no, no. Verum jákvæð, verum glöð. Borðum holt. XO, líklega besti holli skyndibitinn á Íslandi. Can't walk away.
Tveir grjótharðir og einn dúnmjúkur í FM 95 Blö. Hjartanlega sammála því, 2 grjótharðir og 1 lungamjúkur í FM 95 Blö. Er það þá? Rikki og Gilsi og síðan Stóni. Þeir eru báðir að æfa, þeir eru báðir bodybuilder í dag. En er þetta þá núna við borðið að ég sé orðin harður eða er ég mjúkur ennþá? Hvað er ég? Já, þú ert í tölu, ég hef aldrei séð þið betri. Ég hef ekki séð jafn góða. Veistu hvað, Egill, næsta föstudag taktu með þér fitugæðin þetta, mælunir. Seinast væri 40% fita. 34-5. Ég væri til að vera komin núna í solið 13 eða ekki? Ég skal klípa þig næsta föstudag. Herru Egill, hérna, þú baðst orðið. Já, það var smá tilkynning. Ok. Já, þetta er stór tilkynning. Að við strákarnir erum að fá gríðilegt áreiti út af spilun okkar skell. Já, ég get ekki beðið að spila þetta. Mikið áreiti okkur félagana. Og í staðan fyrir að svara öllum og nú ætla ég bara að útskýra hvað er þetta hérna. Við skitum aðeins félagarnir. Nú? Já, ekki skitum. Já, það kallast nú ekki skita það tókur 1 ár að búti spilið. Já, ég veit það, þú veist, það var ekki skita. Spilið er mjög gott og það er entertaining, allir minn elska það. En sko, við heldum bara að prenta það svo lítið. Við áttum okkur ekki á að þetta er svona mikil bomba með fyrstu viðbröð sem þýðir að það er líklega bara að fá spil á leiðinni og þetta er prentað í Asíubúanum, þannig að þetta er lengi á leiðinni sem þýðir að við getum ekkert bara að fá fleiri. Það er erfitt, það er bara... Það verður takmarkað upplag í rauninni. Og það sem við ætlum að gera til þess að allir geti tryggt sér þetta, þá keyrðum við bara í forsölu sem ég ætla að launcha núna á facebook.com/skellur. Við hendum í mymband með einhver mömmum okkar til þess að koma í smá kameri. Það sem við gerum í rauninni var að við ákvæðum að hendi að því að spilið kemur ekki fyrir í lok nóvember. Þannig að við ákvæðum að henda í forsölu sem hefst akkurat núna á mínútunni 5, hún er 1 mínúti í 5 reyndar. Og það er bara skellur.is. Já, skellur.is, en það er hægt að fara á Facebook síðan okkar, facebook.com/skellur, og þar eru allar upplýsingar og við hendum í kynningamindband sem við tókum upp fyrir vikunni sem er mjög skemmtilegt af því að við hugsaum, við þurfum ef þú ætlar að panta spilið, þá ætlar að kaupa spilið fórsölu, þá verður að sjá hvernig það virkar. Þú verður að sjá það og þá kemur í ljós hvort þú viljir actually kaupa, kannski hefur engan áhuga á því eins og þannig að þú ert að horfa á... Allir munu hafa áhuga. Já, ég meina, annars verður ég bara brjálaður út í allar. En þegar þú horfa á þetta myndband, svo maður setja inn, þá skilur út á hvað það gengur. Já, skilur út hvað það gengur og þá til þess að útskýra spil fyrir einhverjum, þá hugsaðum við verðum að fá mömmur okkar, því að við getum útskýrta fyrir þeim á örfáum mínútum, þá eru allir að fara að skilja þetta. Þannig ég getum áramótin, við spilum alltaf á gamlárskvöld, þannig ég get spila við Svandís og Guðna, mömmu og pappa bara auðvitað. En tilgangur með þessu líka er að segjum og kaupi spilið eða fá spilið í jólagjöf eða átt spilið og þú ert algjör letingi og nennir ekki eins og að lesa leiðbendingarnar, þá ættir þess vegna bara að geta að fara inn á Facebook og horta 5 minútar vídeo og þá kanntu það. Já, þetta er ekki flókið sko. En málið er að þetta er sett svolítið skemmtilega upp hjá okkur fjölvöldi. Fólk mun hafa gaman að þessu vídeo. Þú fer núna á facebook.com/skellur og horfir á þessa veislu og það var leik líka. Þetta er mjög einfalt, þú bara læka þetta myndband, taka nokkra vinina sem þú ætlar að pakka saman í spilunum jólin og þá ertu komin í pottinn, þú halda fram að draga út og gefa félagarnir. Við ætlum að duglega að gefa. Já, það er alltaf gaman að gefa. Þó að sé lítið að spilum. Það er jólaandi, strákar. Það er jólaandi yfir þessu. En já, það var eiginlega stóra tilkynning. Málið er að fá móði mína sko, út af því að þú veist, Öddi duglegur að draga móðu sína eitthvað í eitthvað grín sko. Þú ert ekki mikið að draga Ester í grínir? Ég er ekki mikið að fá Ester í eitthvað. Ester og svo kom náttúrulega Sigga, mamma mín líka, sem er búin að þurfa að líða fyrir mig ógeðslega mikið og lengi og já, það er svona þurft að vera smá fáiðar með okkur og það er svolítið, það er ekki gefið. Já, ég veit ekki, með smá svona kvíða yfir því að fá Ester hérna yfir í spilakvöld. En hún kom óvart. Hún stóð sér vel, fólk sér í myndbandinu og stendur sér vel hérna. Kíkinn á facebook.com/skellur. Já, og hérna, ef við taka þátt í leiknum, þá bara lækiði og takki vinningar sem við ætla að vinna, en ef þú ætla ekki að missa af þessu spili sem ætla að selst upp 100%, það er 150%, það er bara spurning hvenar, þá farið inn á skellur.is og forsalan er komin í gang. Officially hafin. Congratulations. Takk fyrir, Richard. Og svo er það eftir smástund þá er eitthvað sem þú ert að fara... Nei, ég er bara að segja, ég ætla að fá að rifja upp gamlan dagskólið í næstu innkomu sem verður veistla og fólk má ekki missa það. Ég ætla ekki að gefa meir upp. Ok. FM 95 Blö hér á föstudegi, köldum föstudegi, en hins vegar væntanlega mikið framöndan helgina. Fólk fá sér kannski 1-2 jóla, strákar eru búin að fá okkur jóla. Sko, það er vont að vera úti þessu kalt. Það er bara að þú fær sting í heilan og augun og nefnir og alls það. Ég er upp á sko fjalli, ég fæ svona hagljel í andliti á mótana. Já, en þetta herður okkur. Já, en jólabjórinn, já, ég var að smakka hérna... Túborg jólabjörn, hann að bláa hana. Já. Hann er veist. Hann er ekki að ykkur, ég ætla ekki að ljúga að ykkur.
Ég fekk mér einn í hádeginu. Hæ? Já, ég fekk mér einn yfir... Hvað átti í hádeginu? Ég fór og hitti Sveppa Krull og Braga, leikstjóra og Pétur Jóhann og við fórum saman og fengum okkur hamborgara og bjór. Júlega vel gert. Já, þetta þarf að vera fasta skilið. Hvað Egill, býtu, þú bara rétt á hann og fórum inn. Þú ætlar eitthvað að taka stjórnina? Já, nú ætla ég að koma ykkur óvart. Það eru uppáldið mitt. Ok. Það setja ykkur félagann í keppni. Hvað nú? Þetta liður sem búin að vera í fríi, góðu fríi. Það skemmtilega við að setja ykkur tvo í þessa keppni er að þeir eru báðir mjög slakir í ensku. Skiljið hana vel, þið talið hana eins og ég veit ekki hvað. Já, ég reyndar geta alveg tekið undir þetta. Ég er ekki góður að tala ensku. Ég hef verið lítið, ég hef þurft að nota ensku mér lítið. Ég er náttúrulega að tala ensku, fattar þú? Og þetta skilji við ensku. En ég hef lent í því, þegar kannski stoppa túristi og spyrir mig, heyrðu, það er eitthvað hús, ég er að leita af einhverju safni eða einhverju, þá er maður, yes, please, sorry, you have to take the road. Ég er nákvæmlega eins. Maður fer í panik. Mjög lengi að koma orðunum út úr sér. Það er veistla, þess að ég er bara að henda ykkur féljórum í Starbucks Stoney keppni. Ekki mér. Jó, Starbucks er Rikki. Málega er Rikki, komið það góðan texta að meira segja þú með þína ensku, þú ert að fara að græja þér date. Það er 100%. Þú getur ekki drulla með þennan texta. Það er ekki fræðilegur. Þú veist, þá verður þetta líka verið eitthvað almennilegt. Þú leipur alltaf beint í eitthvað þannig að þú fælir fólk frá. Nei, alls ekki. Þetta er það góð verkfæri sem ég er að gefa ykkur hérna. Rikki getur bara ekki fengið date. Þetta er þannig, sko. Nei. Sko, þú veist hvernig þetta virkar, ekki? Ég skólaði til. En hvað er textin? Málið er að ég hef ekki hugmyndum, ég hef í alveg talað, ekki hugmyndum hvernig á bara að reyna við konu. Ég get ekki bara hringt einhvern og sagt bara, ég get aldrei bara, þú veist, ég veit það ekki. Og líka hvernig Egill lætur okkur gera þetta, það gerir það enginn á heimskringlunni, sko. Nei. Rikki, þú ert nú bara out of the game núna eitthvað 10 ár. Rúmlega. 2005. Þannig að þú ert kannski svolítið ryðgaður í þessu. Soldið. Og tala ensku í þokkabáti það. Já, ég myndi segja það. Þá getur þú að spila neðan á sportkaffi. Varst ekki það síðast hérna á lausuða? Sportkaffi? Nei, ég var ekki mald til þess að vera þar inni. Reistuðu úr að neðan þegar... Nei, ég gerði það ekki. Það er ekki gott trikk að rífa sig bara úr að neðan. Nei, þetta gerði ég það ekki. Ok, það sem þú voru að segja er, þú segir, hey there, just had a cup of coffee at your place earlier today. Guð minn almátt. Þurfum við að samt að tala svona? Nei, það er ekkert endilega svona. Earlier today, ekki hvenar, annars ég geta hangað á því. I sat down and drank the coffee and looked at my portfolio. Ói barasta. Þú er svo veikur. Hvað, var það að kíkja á hlutabröfum mín? Já. Akkur er eitthvað gæi inni á Starbucks út í LA eða New York eða hvað sem allar hengja. Akkur er hann að skoða hlutabröfum sín þar inni? Hann er bara að fá sér kaffibólla og lokka sér inn. Ok, frábært. Sér segir hann, when I saw everything was green, I looked up and saw you. It was a sign. Síðan fyrir beint í, I wanna celebrate. I wanna celebrate with you. My driver is driving me around. Þannig að nú er nóg penningur með bílstjóra, Rikki. I'm wearing nothing but a Billy Boy. Nei. Það hlaut að koma þér. Það hlaut að koma þér. Þetta get ég ekki. Ég er fjölskyldumæri. Ég er að vera fættur. Ég er rólega. Þetta er Starbucks í New York, slakað á, sko. Ég vissi að Billy Boy myndi þetta. Ég er mjög ánægð með þetta. Nakin með Billy Boy. Og síðan segir þú, I'm gonna pick you up in 5 minutes. Wearing nothing but a Billy Boy. Segðu það aftur. Og síðan ef allt klikkar, ef þú ert búin að drulla með hennar textar ekki, sem áður var hægt, þá hendur í, sko, að sem mun loka þessu 100%. Má ég giska, er það eitthvað likla tengt eða? I'm gonna take a key. Akkurat. Ég efast að kókain lykillinn sé að fara að loka einhverju, en við skulum hafa hann bara alveg sem bakka. Segðu bara svona, ef allt þetta heldur, segðu I'm gonna take a key. Já. Ok, ég ætla að byrja þetta að losna þess fljóttur og svo ég get. Þú ert að senda okkur bara hennar texta hennar. Já, ég senda okkur bara Facebook svo við getum horft á þetta. Bara eitthvað í New York, eða? Já, og reynda líka, gerðu þið bestari. En við megum alveg nota samt, við megum alveg reyna að hjálpa okkur með að segja eitthvað sjálfur í kringum þetta. Við megum kynna okkur og við megum svona reyna að nota brellur. Ok, ég er búin að finna uss. Starbucks at Island Atlantic, this is Stephanie speaking. How may I help you? Hey there. Hi. Just had a cup of coffee at your place earlier today. Okay. I sat down and drank the coffee and looked at my portfolio. When I saw everything was green, I looked up and saw you. It was a sign. Okay. Thank you. I appreciate that. I just want to say I want to celebrate. I want to celebrate with you
My driver is driving me around. I'm wearing nothing but a Billy Boy. And I can pick you up in about 5 minutes wearing nothing but a Billy Boy. Halló? Jésús. Þetta ógeðslegt. Skella á þig. Hvernig fórst það að skýta með þetta en að texta sér að gefa það, Richard? En að texta, þetta ógeðslegu texti. Þetta ógeðslegast texti sem ég hef heyrt, séð og þurft að segja. Svitna á bakinu við þetta. Þú líka kom svolítið hrattir, þú núna ekkert að þess að mikið þetta, þú komst bara Ég þurfti bara að komast í burt úr þessu símtali, þetta er hræðilegt. Þú dræði þess að kynnast hérna ára og segður þú var með Billy Boy á þig. Þetta er hræðilegasti texti, má ég samt spyrja, hver talar svona? Þetta er alltaf, það talar enginn svona, en það er samt rétt og allir, þú hendir helviti hratt í Billy Boyin. Það var að fæla frá, þú fóst beint í Billy Boyin. Já, ok, ef ég talaði 2 mínútur upp og þú færði svo í Billy Boy, það hefur verið miklu betra. Já, hún var bara búin að segja, sko, eina sem hún var búin að segja var hæ og eitthvað, ok, I understand, og svo varstu bara farin að hendi og verið allsberg bara með Billy Boy á þig. Hún er auðvitað skellt og hún er auðvitað búin að segja upp, hún er auðvitað farin heim. Hún er auðvitað farin heim, bara þurfti að fá áfallahjálp fyrir hana. Herru, ég gerir ráð fyrir það Steindi sé að fara í þetta líka. Þetta var ógeðslegt. Já, ég er mjög kvinn. Ég ætla alltaf að reyna að halda manneskunni lengur á línunni en í 10 sekúndur. Jesús ekki. Verður ekki að ringja á annað kaffehús, þessi svarar ekki símanum afturvæðanlega. Nei, bara í annað fylki. Good morning. Thank you for calling Fulton and Nassau. Tracy speaking. How can I help you? Yeah, hey there. I just had a cup of coffee at your place earlier today. You said, I'm so sorry, nothing was clear, so I didn't hear you. Could you please repeat? Yeah, hi there. I just had a cup of coffee at your place earlier today. Uh-huh. And who am I speaking to? Tracy. Yeah, okay. Do you know, is Svensi, is he working? If who's working? Is Svensi? It's you. I'm talking to you. I don't know who. I apologize, but I'm very confused. And everything is very blurred. I understand. I can't understand what you're saying. Yeah, I was there just before, and I had a cup of coffee. Uh-huh. And what's your name? Maybe I was speaking to you earlier. You were speaking to me earlier? Yeah, I was. I sat down and drank coffee and looked at my portfolio. When I saw everything was green, I looked up and saw you. And I think it was a sign. I wasn't, I don't know if you have the right store, but no one spoke to me because this is like my busy period, so I don't know. What is the phone call in reference to? No, actually I just looked at you and I liked your hair very much. Maybe not the smile, but I love the hair. And I want to celebrate. Okay, all right, sir. I apologize. Yeah? I apologize, but I can't be on the phone. I have like a long line in my store. Oh, yeah. I understand. I understand. Okay? There's only one thing. And I will have it, I will be quick. My driver, he's going to pick me up right now, and I'm actually wearing nothing but a Billy Boy. And I can pick you up in 5 minutes. I'm also going to take a key. You would have to call back. I apologize. You would have to call back. I understand, but I have a lot of cocaine because I'm a baller. And in my limo, I'm wearing nothing at all but a Billy Boy. Sir, I have a box of those. I'm Asian and I'm 5'2". Hello? Hello? Skella á. Skella á. Hvað sagði þér lókinan? I'm Asian and I'm 5'2". 5'2"? Veistu hvað, það var óþægilegt. Þetta var svo lélegur texti sem hún leist okkur frá. Hvað er 5'2"? Akkur eigum við að vera að skoða eitthvað fóli á staðnum og þetta er svo lélegur texti. Akkur áttu, ég skil ekki, að geta sagt svona snemma í ferlinum að sé allsber bara með smokk á sér í limósið. Hvernig getur einhver hoppað? Maður spyrja henni, hvað er 5'2" hátt? Ég er ekki 1,87. Nei, ég vil að googla það hérna. 5'2", er það ekki bara
bara 1.50. Nei, það er 1.57, ekki verið með því. 1.57? Þú sagði þetta er 1.57 hæð. Sagði ég það? Þú átt allsberinn í bíl með Billy Boy, 1.57 hæð. Ég held þetta væri... Skrítur hún að skellta á það? Nei, ég held ég væri allavega svona kringum 1.90, 1.87 held ég. Ég reikna þetta vitust. 5'2". En ok, svo er eitt annað hérna. Þú baðst okkur að vera með að leynivopnið í þessu, sagði ráðan. Leynivopnið væri I'm also gonna take a key. Það er ekki leynivopn að segja við einhvern, herru, ég er með fullt af kókaini því að ég er hérna moldríkur, allsberri smokk og fullt af kókaini. Og 1.57. Hún skellti ekki á mig því að ég er 1.57 hæð. Hún skellti á mig því að hún held ég væri allsber með Billy Boy og fullt af kókaini. Það er ástæðan að skellta á mig. Þú sagði að það var 5'2" að skellta ná. Þetta er mest að kjafta sem ég er. Líkillinn kveikt ekkert í neinum. Það er bara að halda í alveg 1.57 að við láta hann skella á. Það er sjálfsögur kókaini. Ég er eftir, ég vil tentur, neklum ellu, ég er upp á hellu. FM 95 blöða hér á föstudegi, stórkostlegt þetta Starbucks-atriði hjá Gilsa. Ég var að gefa hana það, þetta var nokkuð gott, sérstaklega þegar Steindi fór í þetta. Munið þegar Starbucks Stóni var bara vikulega dagskóliður. Nú var hann einu sinni á ársfjörn. Já, þetta var, veistu það strákar, þetta er svo hrikalega óþægilegt. Þetta er eiginlega versta sem að gera, að hringja einhvern út í heim. Málið, maður gefur ykkur strákarum geggjaðan texta sem á ekki geta klikt. Geggjaðan texta, þú ert að tala um einhvern Billy Boy og kókain, þetta er ekki gott. Þetta er ekki gott stöf, alls ekki. Það er ekki drómatist við þetta, ekki neitt. Algjör þarf að vera dónalösa. Herru, við ætlum að fara í... Herru, áður við höldum áfram ekki, þá verð ég að spyrja þig. Nú, við vorum að henda kynningamindbandin á spilinu, svo fólk sjáu hvernig það virkar, inn á síðuna, skellur á Facebook. Þar fengum mömmur okkar. Já, valdir þú þetta fömblir, valdir þú myndina sem frýs á? Þú horfir á spil, þú horfir á vídeo áður og vídeo á play. Já, hvaða thumbnail er það? Hvaða? Sérðu hvernig ég líti út á þig? Af hverju gerðum við þetta? Getur ekki breytið sig eitthvað? Ég er svo hestur í framann, af hverju er þetta svona? Sérðu þetta? Það er eins og ég sé með heilan póka af einhverjum fílakúlum upp í mig. Og Facebook velu thumbnailið. Þú veist, það er bara vel eitthvað thumbnail. Það er rosalega hendugt að þið tveir séu rosalega gorgeous og fínir og uppstiltir og ég er eins og okkur hálfviti það er mjög emmitt. Facebook valdi það bara algjörlega, þetta er mest að kæfta Herru, það er komið að sturluðum eða hrósaskít og það er keppni. Egil hefur vantarlega verið svona frekar meira fyrir að sigra heldur en Steindi, eða ekki? Ég satt að segja þetta skeit daginn. Já, málega það, Pétur kom og leysti Egila þegar Egil var út á Tenerife daginn. Ég vann Pétur og ég vann Egil, ég er on fire. Ok. Ég var á kokki líka síðast. Ég má ekki vera á kokki þó að sé góður í þessu. Nú er það lagt til hlið. Þá skulum við bara byrja. Þetta eru 5 atrið. Þetta er annarkort bara, satt. Eða bara basically störtustæðin. Eða horsemanure. Eða horsemanure, eins og Gilsan segir. Númer 1. Svín hlæja. Svín hlæja? Ég hef aldrei séð svín hlæja. En mér langar það. Hvað, þetta grenjar það bara hlátri þá það? Já, bara svín hlæja. Það er bara eitthvað svona. Maður er alveg svona heyrt í þeim. Ég hef heyrt í þeim sjómlast, Þau eru ofta snáðast svona í þegar farið. Já, ég hef farið með dóttur minni kannski í húsdýragarðinn og þá eru þau einhvern veginn í snáðun. Eitthvað svona, ég kann ekki aldrei eftir að sofna í kvöld, Þau eru mjög háa greinda, veistu við. Sem þýðir að þau hljóta að hafa sense of humor. Ég segi já. Veistu það, ég ætla að kalla já á þetta líka. Þetta er báður að segja svín hlægi og það er 1 stig á okkur báða. Já! Svín hlæja. Störðlega staðrind. Númer 2. Ljón eru einu dýrin sem drepa gíraffa. Einu dýrin sem drepa gíraffa? Ég held að sé hellingur af dýrin sem drepa gíraffa. Ég held að krókódíll myndi ekki hætta við að henda sér á gíraffa þegar hann bara, hei, þetta er gírafi. Hvað það var, hann nerrar ekki það? Nerra það bara, það er ekki skýt saman. Já, þetta nerri í lóan. Það nerra allir ekki, Herðu, þetta myndi ég, ég efast eitthvað dýr sem er að fara að glefsa í búkin og gírafa og hættir akkurat. Þú veist samt hvað gírafa er stór. Hann er mjög stór. Já, heldur að krókódíll geti ráðið hann? Ég held að krókódíll, gírafi geti hlaupið það hrattið vatni, þessi krókódílinn eru, að þeim myndi aldrei ná honum. Þannig að, eins og ég velta fyrir mér, fíll gæti í einhverju brjálæðiskasti mögulega... En blettatígur og... Nei, ekki nóg sterkur. Ekki nóg sterkur, en þau fara bara fljótur, svona ekki sterkur. Hýjanur, þeir hoppa alltaf margar í einu. Já, þeir eru lágvaxnar en ljónin, ljónin geta að drepa gírafa, 15-20 saman.
Og það rétt, en geta fleiri það? Ég segi, nei, þetta er 20 saman? Er ég að vannmeta gírafan eða? 20 saman? Ég held að 1 ljón geti afgreitt gírafan. Hestur sparkar fast, hvernig er það gírafi sparki? Já. Þú kallaði þetta að væri hestaskítur eða? Nei, ég segi, hvernig spurningin? Þetta eins og ekki? Ljón eru einu dýrin sem drepa gírafa. Það er rétt. Já, ég ætla að segja þetta sé bullshit. Þú ætla að segja þetta sé horsemanure. Já. 2-1 fyrir Agli. Nei, er ljón í alveg einu dýrin sem drepa gírafa? Já. Þá er nummer 3. Ég átti tréhús þegar ég var 10 ára gamall. Þá eignaðist ég tréhús. Eignastu tréhús? Hvað erum við að tala um? Tréhús út í garði eða? Hvað varst að gera þar? Tréhús. Upp í tré. Bara svona timbri? Bara hús. Bara eins og Bart Simpson á. Og skreiðst þú upp í það? Með höstler. Það var ekkert í einhverju 20 metra hæð, sko. Þú varst með höstler? Hvað varstu með þegar þú varst að skoða? Höstler, 10 ára. En þú varst að skoða eitthvað djöfulana? Nei, ég var ekki að skoða djöfulana. Varst að laufupókast í þessu húsi? Nei. Hvað varst að bralla í þessu? Hvað varst að hangja upp í tréhúsi alla æsku? Átti ég tréhús þegar ég var 10 ára? Ekki, tréhús 10 ára. Já, veistu að ég... Hvað er þetta heima 10 ára? Það bara skiptir ekki máli. Ég sé ekki... Það skiptir ekki máli. Áttur þú garð eða... Það þarf ekki að... Þetta tréhús hefði geta verið til dæmis hjá ömmu og afa. Ég sé fyrir mér að amman og afi hafi ekki nennt að smíða handa í tréhús. Afi er enda fáránlega góður í höndunum, sko. Er það? Það var hann að gefa okkur hint. Líka smíða, sko. Er það smiður eða? Já, hann var múrari. Hann var múrari. Það er ekki nú að samfært. Ég ætla að segja þetta sem kjaftaði. Þú áttir ekkert timburhús 10 ára. Ég ætla að segja þetta bara mjög... Hann átti átt tréhús þegar hann 10 ára. Þetta er rétt. Ég ætla að segja þetta sé rétt og... Ég seti bull. Já. Það er 2-2. Já, ég vissi að Afi myndi ekki nenn að henda upp ykkur húsi. Hvernig heldur hann nenni því? Auðvitað áttið þú ekki tréhús. Jöfull er ég heimskur. Akkur er hljóst á þetta. Það grín. Hann var að segja að Afi sem var múrari, reyndarhandla, en það var brellan. Ég sá í gegnum þetta. Herðu, næst síðasta. Bill Murray réði sér heyrnarlausan aðstofamann því hann nefndi ekki símtölum í kringum sig. Bill Murray er mjög fyndinn náungi. Já, hann eitt svo fyndasti. Þetta er mjög fyndið bara að hugsa út í þetta. Einmitt, en ég held þetta sé sko... Ég heyrði einhvern tímann að Bill Murray væri ekki með neitt aðstofmann og tæki þetta bara alltaf á símsvaran og færi gegnum þetta bara sjálfur, sko. Bara þú sendur nú mail og fær bara svar korter setna? Já, ekki korter setna, en hann er svolítið svona, hann er mjög jarbundin, sko. Ég ætla að segja þetta kjaftaði. Ég ætla að segja þetta rétt. 3-2 fyrir Agli. Yes! Nei! Ég er að koma sterkur inn aftur. Ég var að vann með þetta hvað hann er fyndin. Bill Murray réði vist að hvernig mann á 9. áratögnum heyrnarlausan aðstofmann. Það er mjög mjög góð hugmynd. Það er æðislegt. Herðu, tekur bara tólið og heyrir ekki neitt. Egil er í bílstjórasætinu. Ok, það er regla síðasta. Þá Egil, þú svarar undan. Af því að þú mátt ekki vera elta mig. Nei, ég skal bara, Fyrir 3 árum síðan þá skráði konan mín mig á námskeið í borðhaldi og mannasiðum. Ok, ef það er einhver sem þarf á því að halda þá er það Rich. Já, það var akkurat sem ég var að hugsa. Sko, og ef það er rétt, þá ætla ég bara að gefa koninni 1 stórt 5 næstíði síðan. Og faðmlag. Það fylgir ekki sögurinn hvort að ég... Og jafnvel að við grátum saman af gleði. Hlustu á spurningu, kona mín skráði mig á námskeið. Það vonaði að hlustur og kona hennar farir ekki. Þetta er svona vísbending. Þetta er vísbending, bara svona, ef ég vilt að ég verði með þér lengur, drastlið þitt, þá ferðu þetta námskeið. Þetta var fyrir 3 árum og það fylgir ekki sögurinn hvort ég hefði mætt. Já, þú ætlaði ekki tilengaðir þetta sem hún lærið allavega. Ég var með þér mati fyrir þetta, sko. Sko, ef hún skráði þig, það er púslið sem vantaði í þetta. Hvernig þú getur ennþá verið með konu svona lengi og með þessa mannasiði. Ég segi þetta rétt. Þú varst skráður. Já, þetta er bara eini gallin og það sem ég óttaðist mest að öll þegar ég held að þetta sé rétt líka. En ef ég segi það, þá er... Þú verður að taka sénsinn. Þá er 5-4. En ef ég segi þetta sé bull, þá gæti verið 4-4. Nei, 3-3. Það er 3-2 fyrir Agli. Það er 3-3, já. Þú verður að taka sénsinn, sko. Ég verður að taka sénsinn, en ég veit þetta rétt. Anskotin hafi það. Ég ætla að segja þetta sé bull. Lokastaðan er Egil 3, Steindi 3. Nei, þetta var bull! Hún skráði mig ekki. Hrunast, ég tók sénsinn og ég deliveraði því. Ég er klarasti maður á landinu. Það er dead tie. Það er sökkar. En það er spurningakefni höfðingjans, þetta er smástund. Það var gaman að sjá hver eitthvað vinnu það. Og ég vil fá trailerin og ekki. Please, má ég fá trailerin? Ekki alla trailerin. Jú, út af því að Blöð spyrir hann aldrei allan. Nú er hann í viðskiptaferð í New York. Er möguleik að fá hann allan í eitt skipti, Richard? Skal gera mitt allra besta. Nýja Apple-úrið mun breyta öllu í þínu lífi á svipaðan hátt og iPhone 7.
nema að bara það á úllinum á þér, sko, sem talsvert öðruvísi þegar síminn fer í vasan eða veskið eða kannski í hulstrið á beltinu ef þú veist iðnaðarmaður. Makkland, besta land í heimi. Sófadagar í Tech og Habitat Lindum. Tilboð á tungusófum, hortsófum, leðursófum, já bara öllum sófum. Komdu við hjá okkur á nýjum og glæsilegum stað í Lindum Kópavogi og gerðu frábær kaup á sófadögum. Tech og Habitat, Skóalind 2. MacBook Air, þunn, létt og hröð. Ó já, epli, Laugaví og Smáralindi. Hinn hljóðláti Áris ekki aðeins hagstæður í rekstri, heldur jafnframt á einstaklega hagstæðu verði frá aðeins 3.090.000. Láttu hjartað ráða för, komdu og reynsluaktu. Toyota. Áttu eftir að redda kvöldmatnum? Pantaðu kínverskt takeaway hjá okkur og sæktu á Bíldsöða 12, Phoenix veitingahús sem 5677 888. Ekki bera harm þinn í hljóði. Tort. Við hjálpum þér að sækja þínar slysabætur. Það má ýmislegt gera fyrir 120 milljónir, en það akkúrat upphæðin sem í boði fyrir 13 rétta á enska getrunaseðlinum helgina. 1x2 í tippum. Enski boltinn rúlar á ný eftir landsleikjahlé og það fótboltaveisla framundan á Stöð 2 Sport. Stórleikur helgarinnar verður í hádeginu og laugardag þegar Manchester United tekur á móti skittunum í Arsenal og Wenger og hans menn ætla að hirða öll stigin 3 á Old Trafford. Manchester United Arsenal á laugardag. Uppbytun sérfræðinga Stöðvar 2 Sports hefst í myndveri klukkan 12:00. Tryggðu þér áskrift á 365.is eða sem 1817. Stöð 2 Sports, besta sendi. Það eru stjörnudagar á Subway sem þýðir að þú fær 12 tómmu bát og miðstærðar gosi á aðeins 1.099 krónur. Hlökkum til að sjá þig. Subway. Það ekkert að því að lenda í ræsinu hjá okkur. Keiluhöllin Egilshöll færir þér FM 95 Blö. I don't wanna know who's taking you home, I'm loving you so the way I used to love you, no, I don't wanna know who's taking you home, I'm loving you so the way I used to love you, oh, I don't wanna know. FM 95 Blö. Svona farið að síða og setja hlutan en við eigum hins vegar veislu eftir fyrir ykkur kæru hlustendur meðal annars spurningakeppni Gilsarans. Við reynum að koma spurt og svara það og við verðum auðvitað að fara í stigaganginn sem Steindi fór á kostum í áðan. Það svo mikið eftir. Ég bara með eina spurningu spurt og svara og þið geta tróðið henni að hérna. Já, við tróðum henni að það. En við skulum byrja á spurningakeppninni. Ok. Og já, þú varst að biðja um einhver trailer, Egill. Ég stend upp þegar að koma þessari helgi spurningi. Ég að biðja um trailerinn og að síðan að biðja Richard. Hann farin á stað. Fár allan. Og ekki vera svo blöð, eitthvað kvart yfir honum. Við erum með fullt af liðum sem okkur langar að koma. Við ætlum að hlusta af korter af trailer. Já, við ætlum bara að lækka niður okkur. 1.42. Það er basic trailer að leina. Akkurat. I'm gonna ask a question. Hækka? Nei. Strákar, við verðum að hækka þessu. Þetta seinni viðbjóður. Þetta mikið. Það ekki sem vera að tala yfir þetta. Já, ok, frábært. Herru, við getum byrjað þetta. Og það var King of hvað? King of Marriage. Ég er með 2 menn sem eru með konu og barn og búin að vera giftir í langan tíma. Ég er forröðinn. Ok. 10 spurningar. Er þetta eitthvað sem þú viltu vinna? Ég veit að titillin er flottur, en er þetta eitthvað sem þú vilt actually vinna? Ertu að vera að spyrja okkur hvort þú sé bara endalist í ykkur þvengum og dansum heima og allt í ruggi? Í fyrsta skipti í sögu keppninar er ég ekki með þveng inni. Ég get sagt þér að... Það er jákvæmt. Finnst þér að það er leiðilegt það? Já, minnst það fínt. Gott að hafa breyk fyrir þvengnum. Ok. Ég var enda til að vita hvort að Rikki hefði hendt sér í þveng, sko. Hann vil kannski bara svara því fyrir keppni. Nei, ég er bara bónusspurningur, ekki þvengur. Nei. Spurning nummer 1. Prömparður þau fram á konuna hérna? Já.
En sko, málið það Þá veist þú búin að vera lengi í sambandi, sko En málið það, ég er samt ekki einn af þessum gaurum sem að prumpa til sæng og þefa og láta illa og fara eitthvað svona ég er bara að prumpa, sko Já, bara prumpa til sæng og þefa, er einhver í því? Er ennþá í sambandi, svo gæja? Þessi eini gæi á Íslandi það er fullt af mönnur sem finnst svona herðu, ég var að spá og svona skvettir hann loftinu til, veist ekki hvað eða prumpar í lóð og sleppir rétt fyrir fram að andlita, menn er alveg í þessu Jesus, er ekki Nei, ég er góð Nei, ég er alls ekki í þessu, ég er að segja, ég held ekki upp á þetta, ég er bara að prumpa Þeir eru bara að horfa með konuna á Titanic og sem bara láta einn rífa Við kannski ekki erum ekki að horfa Titanic, mjög gömul myndi Ég þarf að gera það, bara gera það, sko Já, maður prumpar, en maður reynir samt, sko Þá veistu hvað lengi sambandi, Richard En maður reynir samt, stafar, ég reynir samt ég veit ekki hvernig ég er að blekja, ég er eitthvað maður en ég segi stundum að þetta hafi verið opnin samt Var þetta opnin? Þetta var bara banki opnin Ég er ekkert að hlaða afsakar Hefur þú tannbustaði og sama tíma og konan setur á salirinu? Já, Þið eru búin að vera í mjög Já, sko, málega er að þá er það líka bara konan að pissa, sko Ég hef ekki gert þetta Nei, ég hef alveg verið að tannbustaði og hún er að hægja sig Nei, en ég hef alveg setið á klósettinu og verið að hendi í stóra gerð Ég er kannski að verpa eða eitthvað vesen á mér Verpa? Nei, þú veist ég er að segja það er bara ég er á klósettinu, ég er að gera nummer 2 Hægja þér? Já, þú mátt orða það eins og þú vilt og konan á hraðferð og þarf að komast inn til að ná í einhvað Og ert þú þá bara á dollun að hægja? Já, þá hef ég stundum hefur bara verið lamið á dyrna bara aflæðir að hraðferð, ég verða að koma þá er ég bara Er það tegjað í húnina? Já, ég næði því, sko Það sem ég er salir neða til að nála hurðinni? Já, mjög nála hurðinni, þannig sé, sko Það er lítið baðherbyggja mér og þá næði ég að smetla hurðinni Þú ert bara að hægja þér og hún kemur inn Já, ég er náttúrulega búin að sturta samt niður og svona, skilur Þetta myndir ekki gera fyrsta deytið þá nokkuð? Nei, ég myndi ekki gera það Nei, ok, bara svona Hvað er maður að segja þetta? Maður dætti stundum líka són svo fattar maður bara, ég er að tala bara ég heima Ég sónaði bara út, sko Þetta er líka king of marriage Hefur þið pissað í rúmið eftir fyllir í og konan er ennþá með þið daginn eftir? Nei, ekki Það hef ég ekki Eftir ykkur ölæði? Nei, ekki tekist að gera það Ég pissaði samt í mig Sko, mér finnst ég gæti þurfa að eiga inn í punktana, sko Hvenær pissaði þið? Það er fyrir kannski svona 3-4 árum Ok Það er ekki að dæma þig, sko Þegar að horfa á mig Þetta er að hlaði ykkur að lígi núna Nei, ég er ekki, nei, alls ekki Það megi sig Ég er vanur því að fara á klósetti áður ég pissa fyrir svefnin og ef ég gleymi því, þá gleymi ég því bara en þú veist, ef ég sopna ykkur starf og sopna ég bara og stundu vakna og þá er ég bara að pissa en þá var ég alveg í spreng ég var alveg að míga í mig en var komin upp í rúm og svona ég er alveg að fara ég er að pissa í mig, sko ég ætla að hoppa mig til smástund, já, eins og henni sé ekki alveg saman og ég er að spjalla eitthvað og svo fyrir að sofa og svo vakna ég, sko, svo fær ég að sofa og þá dreymdi mig að ég væri að pissa mér dreymdi held ég bara í marga klukkutíma að ég væri að pissa og þá var ég vaknaði þegar ég var að byrja að pissa Það eru 3 spurningar búin og ég er bara skart for life á þessum sögulega benda Jesus Christ, þetta er bara En er þetta ekki punktur? Ég er svona tæknilega sér ég verðilega ekki voru Við getum orðað þannig að ég lag kannski bara og þetta er bara því miður ekki Þú verður að setja það í stand Það hefur kannski verið álag á mér, þetta tengist í Hefur hún beðið þig að fara með sér í IKEA? Já sem mér finnst alls ekkert verið eitthvað leðilega Það er alveg skemmtilega Mér finnst skemmtilega sem ég geri það er að geta farið þanga og fengið mér skanka eða spagetti mér finnst mötunni til IKEA bara best í heimi, sko Ef einhver stingur upp að ég fara í IKEA, ég er klár Ég var til að fara með ykkur í IKEA hvernig sem er Hendi þetta billi hillu og kaupa eina ljósaperu Hvað er David Attenborough að segja sögur þetta maður? Það er að útskýra þetta spurningar þetta Jesus Hefur lífgáð upp á hlutina og farið í hlutverkaleik með konunni? Er ekki? Já, það var já, beint í já hjá Richard Beint í kallt já, veitu hvað varst að gera eða? Hvað varstu, læknir eða varstu ykkur yðnaðarmaður? Hvernig jöfnum varstu að gera, Richard? Slökkul bara? Hvernig hlutverkaleik? Bara eitthvað Klædduð þið upp í eitthvað drall? Já, klæddi mig ekkert upp í eitthvað, bara annar karakter Hver er þetta? Herru, þetta er ógíslegt að heyra Rikka tala um þetta Ok, þetta er bara millokkafélagana Hver var? Millokkafélagana, beinni útsendingu Þetta er svona 100, þú veist, ég veit ekki hversu margir ekki 100 Þú varst í hlutverkaleik 100.000 manns Þú lappaður út úr setnabreykinu Lokaður hurðinni Bankaður í sjálfna Nei, ég bara basically bara kom heim og ég kom heim og var basically bara að fara á date og mætti bara sem fasteignarsali Hvað er ég að heyra? Hvað er ég að heyra? Akkur er þetta að segja okkur það? Hvað er að þér?
Komstu heims í fasteignasali? Og varstu með jakkafutunum og skjálftastum? Af hverju varstu ekki leigumorðingi? Ég var með tösku og Því líku veistla. Hvað meinur, varstu að selja íbúðuna? Já, ég var bara að taka út íbúðuna og bara... Og varstu að skoða og verðleggja? Já, verðleggja og svo bara, já. Herðu, þetta rosalegt. Ég svitna baku eyrun að heyra, ég ekki eins og segja neitt, ég bara sloppinn frá þessu. En þetta punktur á Richard, hann leik fasteignasala til að lífkaupa og kynlíði með konunni heima. Já, málið að ég hef nefnilega ekki gert það, nú ég alveg hreinskilinn, ég myndi alveg segja frá því, ég hefði reyndar alltaf valið leigumorðingja. Ég hef verið... Lögreglumaður. Já, ég hef ekki valið fasteignarsalan, sko. Af því að það er bara vinna út í bæ sem þú getur orðið fasteignarsalið bara morgun og vill. Af hverju fer ekki bara í fasteignarsalið? Þetta er alveg tölvuleiki. Þú veist, þess vegna ég er í skotleikjum, ég er í Battlefield og ég nenni ekki að vera að spila eitthvað körfuboltaleika því ég get fara út í körfubolta. Nei, það er 4-4. Sko, en málið er það, strákar. Ég hef ekki gert þetta sem Rikki og þau miður sem ég veit að Rikki hefur gert. Bara 3 spurningar eftir. Af því að ég veit ekki, ég er náttúrulega alltaf svo, þú veist, ég er alltaf að leika. Þú væri nokkuð hreins, ef þú hefur farið í hlutverkleik, þá voru sagt það, ekki? Jú, ég hef alltaf sagt það, sko, maður er alveg brallað, ég hef ekki verið svona komið heim sem fasteignasali, ég lofa því. Ok. Hefur hún sagt við þig, aldrei viltu gera neitt með mér en alltaf hefur þú tíma til að hitta þessa fyllibittu viniðina? Já. Er það? Punktur á Richard. Sko, ég ekki svona kannski. Ég er að hugsa þetta eins. Nei. Svona kannski orðað öðru sig, kannski. Já, þú veist, kona mín hefur alveg verið fúl yfir því að ég hef ætlaðum kannski með eitthvað plan en svo þarf ég að cancela því út af einhverju rugli sem ég hefði samt sem alveg geta sleppt og verið smá fáiði, sko. Ég hef alveg gert það og hún líka og það er alveg fólki fáiði á og til en ég held hún að ekki orða þetta svona, já, samt að fá punkt, þetta er að sama, er það ekki? Já, ég menn, hún er basically að segja að... Já. Þá er, sko, hefur þú eignast barn með konuðinni og barni fæðist með annan húðlit en þú ert með? Nei, það verður ekki komið fyrir mig. Það er ekkert framhjáður ef við ættum lita barn og þú veist, við erum bara vinniðinir. Já, það er enginn sem fær punkt þar. Mér finnst þetta að vera sjokkar að enginn að fengi punkt þar. Nú, það er ekki punktu þar, ok. Eignaðist konan eitthvað bara, eignaðist hún hvítt barn eftir bara eitthvað. Eigið þið bara börnin ykkar. Munið ekki Naked Gun? Jú, ég var alltaf O.J. Simpson var mamma. Me, Myself and Irene og eitthvað. Þetta er mjög gott comedy. Síðan spurningin, hefur konan einhvern tíma sent út á magn áhorfs fullorðinsefnis? Sett út á magn áhorfs fullorðinsefnis? Já, svona þú ert að horfa ómikið á þessa tiltekna afþreyingu. Það er svo gott hvernig þú reynir að orða þetta svo vel án þess að vera fáiðin svo Já, svona þá er ég að tala bara magna af þessari típu af afþreyingu. Segðu þetta bara. Hefur þú verið að djöflast í okkur að þið voru að horfa á klám? Þú voru sett út á klám áhorfið þitt? Nei. Hefur þið fengið Google á því? Richard, þú Ekki þögur. Ég sé það er komið eitthvað glott á þig. Hentu bara inn á punkt, loka þessu. Rikki, þú verður að læra að setja pornmót á tölvunni, sko. Hýtur þarna alveg komið inn. Já, það er alveg komið inn. Hvað segir þú þá? Ég bara man það ekki, þetta er mjög mörg ár síðan, sko. Og hvað, öskra á náðu eitthvað? Nei, alls ekki, bara skemmtilegt efni eitthvað svona. Já, bara kommenta þess að áta hjá honum. Hún komst gerinlega í þetta hjá honum. Þannig að það er bara, alltaf hún hafi ekki beðið hann að veðsitja húsið bara og... En þetta er sko, en Stóni, ef þú kemur að fara ekki í punkt núna, það er 5-4 fyrir Dr. Donut, þannig að loka þess það. Ég svar það, hef ekki... Aldrei hefur sett út það? Nei, enda er ég bara ekkert að því miklu magni, sko. Ég er bara slakur. Þá er þetta bara, Rikki, þú ert king of marriage, til hamingju. Thank you. Ég myndi nú ekkert vera að fagna þessu. iPhone 7 er besti sími sem Apple hefur hannað. Og iPhone 7 Plus er eins og hann, nema bara stærri. Og með betri myndavél, 2-faldri. Makland. Besta land í heimi. Komdu inn í hlýjuna og njóttu þess að undirbúa jólin hjá okkur. Kringlan af öllu hjarta. Viltu gleðja bráðlugana? Fáðu þér bacon quesadilla máltíð á Taco Bell. Bacon quesadilla, nachos, gos og kóngasúkkulaði á 1699 krónur. Taco Bell. Þvottavélin bilar á 3 barna heimili. Það er dæmi hlut sem þolir enga bið. Og þá geta raðgreiðslur Borgunar bjargað málunum.
Borgun. Opið til 11 í kvöld. Roadhouse. Ég var fyrir kynferðisofbeldi, 8 ára. Ég kom 42 árum seinna. Ég hér í dag vegna Stígamóta. Talan mín 42. Þú getur gerst mánaðarlegur styrktaraðili Stígamóta á stígamót.is. Styttum svartnættið. Stígamót. Látum milljónirna lýsa upp skammdegið. Potturinn stefnir í 33 milljónir. Lotto, leikurinn okkar. Það alltaf bjart framundan ef við bara pössum að fylla á rúðuvökvann. Komdu við á Ólís. Ólís, vinur við veginn. FM 95 Blö og Keiluhöllin Egilshöll. Þar sem drykkjufélagarnir eiga við keilu vandamál að stríða. I used to be so happy, but without you here I feel so low. FM 95 Blö, við þurfum að keyra þetta áfram, við höfum svo lítið eftir og við þurfum að koma að meira efni. Steindi Junior sem að skellt sér hérna fram og væntanlega til þess að fastreikja eitthvað. Hann að fastreikja. Líka málið núna, hann elskar ekki að þú ert núna. Ef Blöð var hérna núna, þá var hann núna bara öskra fram Steindi, trögglaðinn! Men þú ert bara silkislagur, þú ert ekki búin að öskra á hann og við erum 2 í stúdíónu núna. Já, það fer engin neitt. En við tókum stigagang, eða Steindi tók stigagang og hann valdi, þetta eiginlega stórkostlegt, hann valdi semst fórnarlamb, eitthvað starf við hliðina, Steindi þykist verið á klósetti, fastur á dollunni og það vantar klósettpapír. Já, þetta mjög, ég elskar svona kameri, byrjum með þetta. Byrjum að heyra þetta. Hvað sér, viltu tala við Stefán? Já, ég bara... Já. Það skiptir svo sem einhver máli, sko. Ég er í ykkur... Ertu í ykkur tjóni? Já, ég er í smá vitleysu núna. Talaðu við Magga, hann er hérna. Við Magga, já. Já, ok, bye. Bye. Hvað sér, Matti minn? Heyrðu? Já. Er þetta Þebbi eða? Hæ? Er þetta Maggi? Já, þetta er Matti hérna. Já, blessaður. Heyrðu, nei, mér fannst svona þægilega kannski að tala um þetta við þig, sko. En Íris er út á landi. Já. Hún er að skemmta eins og enginn sem morgundagurinn. Já. Og ég fekk þetta nokkra félagi í gær heim. Já. Og við vorum svona, það var frí í vinnunni og það var svona, við vorum farin í jagerinn og það var svona vitleysa á okkur, sko. Þið voru ekki dvarfið okkur, nei. Nei. Ekki þannig? Nei, ekki hugmynd, sko. Nei, það er nú gott. En við vorum hérna sem sagt félagarnir og það kláraðist hjá okkur, það var nú maður sem kláraðist, það var nánast ekki til þetta núna, en það kláraðist hjá með pappírinn, klóspapírinn. Já. Og ég ætlaði svona aðtuga ef það væri hægt, mér ánkaði svona frekar að tala við þig undan Guðbjörgu, þetta er nú kannski svona aðeins þægilega, þetta er nú hálfvandrarlegt fyrir, hvort það væri hægt að fá þig til að skjótast yfir með rullu fyrir mig, sko. Já. Ég er hérna, maður er bara alveg pikk fastur á klósettinu, ég var alveg hinskilinn. Já, engi bíl fyrir utan. Nei, það er ekkert fyrir utan, sko, hann er niður í vinnu, það er allt í rugli, sko. En það er opið innsamt, þannig að það væri bara að fá hann á gang, sko. Ég skal labba yfir með rullu, það er bara alveg sjálfsagt. Þú kannski, Ég sett hann inn gluggan hjá þér. Já, bara svo ég heyri kannski þið koma, en er þið ekki að taka síma bara með? Hafði hérna, býtti ég að klæða mig hérna, ég ætla að leggja einn síma frá mér. Já, þetta er nefnilega heldur vandrarlegt, þetta er alltaf þarna hjá mér. Maður vil nú ekki fara að nota sokkan í þetta rugl. Maggi? Sko, ég ætla samt að sinna þessu, sko. Já, það lýst mér vel á. Ertu öðnu í símanu? Halló? Já, blessaður. Hæ. Er ekki allt í góðu? Jú, ég er bara, Maggi... Hann er að lappa út með eitthvað hérna? Já, hann er að lappa út, já. Já, ok, býttu. Já, hann geta ekki tekið síman með sér, Guðbjörg? Ertu með opið gluggan? Það er opið bara inn. Opið inn? Já, og ég set nú bara hérna á dollinni alveg. Að þarna. Það er eitthvað hérna. Það ekki? Já. Það er ekki bóp, heyrðu kannski yfir núna? Það er loka. Er loka úti? Já. Hanskotans. Er eitthvað gluggi opinn eða? Nei. Trúið þess ekki. Ég er á erfitt með að standa upp nefnilega. Það er engin gluggi sem er opinn að á hliðinni? Nei. En bakvið, er eitthvað opið bakvið? Eitthvað gluggi eða eitthvað?
Það er alltaf vesen á mér. Alltaf þegar maður fyrir að fæ sér svona jagerbombur og... Nei, þetta er allt lokamatið minn, þannig að... Það er ekki að grínast í mér. Herðu, hvernig var þá að gera þetta? Ég bara veit það ekki, Matti. Setja þetta fyrir utan eða? Nei, ég veit ekki. Herðu? Þá bara gleymið þessu. Já, en er það að setja þetta kannski bara fyrir utan? Já. Skilur hana kannski bara eftir fyrir utan, setur á húnin, ég gríp hana bara eftir 2-3 mínútur? Ok, segja það bara. Takk fyrir þetta, Maggi minn, takk aðeinslega. Þið gangið vel. Já, takk, höfum þetta bara mitt okkar. Já. Ekki? Þetta grínast. Þetta er draumanágranni. Já, þetta er draumanágranni. Hann kom og reddaði, sko. Þú varst fastur á dollunni að skýta og hann sem sagt plætti sig. Það er kallt úti, sko. Já, það er ískallt, sko. Herðu, veistu hvað? Já, mér langar núna svolítið að ringja í hérna Matta og segja bara við hann, hafa það stutt. Þessi klósenta. Já, mér langar að hafa bara stutt. Segja bara að það sé búið að vera hann skýta granni og hann er bara að skeina sér þegar hann kemur heim. Prófa það fyrir mig. Ok. Halló? Atti? Já. Sæll og blessaður félag, þetta er Maggi þetta við hliðina á. Maggi, já, blessaður. Blessaður, herðu, nú er ég ekki sáttu þig. Nei. Herðu, eru þið Íris búin að vera, er eitthvað búið að vera eitthvað tjút á ykkur? Hæ? Er búið að vera eitthvað tjút núna hjá okkur? Það er bara búið að fjúka svo mikið að drastlið í garðin hjá mér. Já. Að maður er alveg komið upp í kóka á þessu, sko. Alltaf eitthvað drastleta og pítsukassar og eitthvað svona... eitthvað vesen á okkur, sko. Pítsukassar? Já, pítsukassar. Það er bara búið að vera vesen einhvern veginn alltaf. Ég er alltaf eitthvað vesen. Ég fór núna yfir, ég var að reyna að banka, það er enginn heima hjá okkur. Nei, ég býr náttúrulega ekki hérna. Þú býrð ekki hérna? Nei. Hver býr hérna? Enginn. Býr enginn hérna? Ó. Hvernig stendur á því? Hæ? Hvernig stendur á því? Það búið enginn hérna. Það taka þetta í gegn. Já. Já, ég fór allavega með klósettrúlu og setti bara fyrir utan hurðina. Já, það er Þú getur bara skengt þér. Það er bara mjög gott. Getur bara tekið skeinu. Það er það sem þið þurfa að gera. Að skeina ykkur bara. Og hafa ykkur vel. Nákvæmlega. Blessaðu, Matti minn. Ok. Já, ég vissi ekki hvernig ég átt að fara með þetta. Ég vissi ekki hvað